Komið þið sæl og verið velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem að heilsar ykkur. Það verður ekki jafn mikið dýrðir verslunarmannahelgina og margir vildu óska, en þó verður hægt að hlaupa vegna þess að Súlur Vertical fer fram hér á Akureyri á morgun laugardag. Hingað til mín eru þau komin Bryndís María Davíðsdóttir og Þorbergur Ingi Jónsson til að segja mér betur frá því. Verið hjartalega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það nú fagnaðarefni að það sé hægt að halda Súlur Vertical í ár því það var ekki hægt í fyrra. Það er rétt. Og þannig að núna mætið þið tvíelf til leiks með nýja vegalengd í farteskinu. Við ættum kannski að byrja á því, af því að það hefur verið hægt að hlaupa 18 og 28 kilometra, en núna bætist við 55, ekki satt? Jú, okkur langaði að koma últrahlaupi inn í þetta. Og últra er allt sem er yfir maraþon. Og við erum með svo fallega náttúru og þessi Gleiðradalshringur með þessi fallegu fjallatoppa. Já. Þannig að það er að gera að nýta þetta. Einmitt, og þetta er ekki bara 55 kilometrar, þetta er líka, það byrð 3000 metra hækkun. Jú, þetta er 3000 metra hækkun og alveg hellingur af brölti. Já. Og en samt hlaupalegir stíga líka í bland. Já. Og hvað, hvernig hefur gengið að skrá í 55 kilometra? Það er nú alveg framúr vonum. Það voru 70 manns skráðir. Já. En það eru svona einn og einn hætti við núna út á COVID. Já. Og ætla að fá að hlaupa bara næsta ár í staðinn. Einmitt, já, það er ekki bara því að þeir allt í einu hugsa þetta eru 55 kilometrar. Svo er það spurning líka. Það er COVID og ég get kannski notað þetta sem afsökun. Já. Æfa mig 1 ári viðbót. Já, einmitt. Nei, og góð skráning í hinnar vegalengdirnar líka, ekki satt? Já, mjög góð. Það var alveg fullt hjá okkur í 18 kilometrana. Já. Og við erum með 350 manns þar og það eru tæplega 200 í 28. Já, frábært. Þetta er náttúrulega frekar svona nýtt hlaup en einmitt dregur fram og svona setur í fyrsta seti hvað það er einmitt frábær náttúra hérna í kring. Já. Og svo 18 kilometrarnir, það er svona kannski þægilegasta vegalengdin og minnsta hækkunin þar. Já, en samt töluverð hækkun. Já. Og kemur alveg á óvart að þetta er lúmst erfitt, sko. Já. En samt þannig að það eiga allir sem hafa eitthvað verið að hlaupa geta klárað þetta. Geta ráðið við það. Já. Þá er hlaupið úr Kjarna og yfir upp í Gamla. Í Gamla og þaðan í Fálkafell. Já. Og Súlubylastæði og svo yfir Onna, yfir góða á Gamla brú og niður Fallorkustíg sem er svona frekar nýlegur. Já, einmitt og þaðan niður í bæ. Já, og niður í bæ. Já. 18 kilometrar. 18 kilometrar, þetta er bara svo að drekka vatn. Sko. Já. En það er engin tímatakmörk á því þannig að fólk hefur bara góðan tíma að komast sér í mark og við bara bíðum eftir öllum. Já. Brosa vör. Það er engin skilin eftir. Nei, einmitt. Og þú ætlar að hlaupa 55 kilometrar, ekki satt? Jú, ég ætla að hlaupa 55. Já. Bara svona, þetta er svolítið búin að vera lengi í hausnum á mér þessi leið og ég bara get ekki sleppt í að hlaupa þetta. Ég er svo spenntur fyrir þessu. Og ertu búin að undirbúa, þú er náttúrulega á kafi í hlaupunum, en ertu búin að undirbúa eitthvað sérstaklega fyrir þessa leið? Ég er alltaf búin að merkja leiðina og hlaupa þetta allt og steika þetta og ég þekki þetta alltaf mjög vel. Þetta er bara fjöllin sem eru hérna í nágrenninu og ég hleyp oft. Já. Þannig að ég er mjög vel undirbúin þannig, sko. Þetta verður mjög spennandi og það verður náttúrulega rétt að koma því að það er hægt að fylgjast með fyrir þá sem ætla ekki að hlaupa, er það ekki? Jú, við ætlum að vera með svona live útsendingu á YouTube í gegnum Súlur Vertical YouTube-brásin okkar. Já. Og erum með mjög reynda myndatökumenn og hlaupa myndatökumenn. Já. Og ætlum að gera þetta svolítið svona almennilega og erum með fólk til að lýsa fyrir okkur og hvað er að gerast og reyna svona koma þessum últra heimi inn í huga fólks og svona þannig að fólk fatti hvað er að gera, sko. Þetta er ekki bara hlaup, þetta er svo miklu meira. Það er svo rosalega svona tilfinningar úrsibanni oft sem maður fer í gegnum. Já. Í svona löngum hlaupum. Þannig að reyna að koma því svona heim í stofu. Já, bara svona tilfinningur, bara, náttúran og, gleðin og
og niðurbrotið og bara allt saman, sko. Allur tilfinningaskalinn. Já, allur tilfinningaskalinn, já. Já, einmitt. Það hefur nú aukist töluvert, finnst ykkur ekki á undanförnum árum, bara áhuginn á hlaupum og utanvegarhlaupum og... Jú, algjörlega, og við finnum það einmitt í hlaupahópnum okkar. Það er svona eiginlega bara einn hlaupahópur starfandi á Akureyri, Fagraskokk. Já. Og fjöldinn þar tók mikið kipp fyrir 3 árum og núna svona 110 manns. Og æfingarnar alltaf færast meira og meira út í náttúruna og það er alltaf bara boðið upp á utanvega æfingu, trail, fyrir þá sem vilja, líka Malbik ef einhver vill, en það er alltaf aukast hópurinn sem fer bara beint í Kjarna og Naustaborgir og þessum frábæru staði sem við höfum inn í nágrunni. Akkurat, og í þessum heimsfaraldri væntanlega þegar líkamsræktir og svona lokuðu þá bara ennþá meira það að fólk sækir í þetta og þegar kemst á bragðið þá kannski hættir það ekkert. Það er ekkert eins að fara inn á bretti eftir að þú ert búin að prófa þetta. Nei, nefnilega ekki. Þetta er náttúrulega, þú fara náttúrulega hreyfinguna út úr því að vera inn á bretti. Já. En þú fara svo miklu meira á því að vera í náttúrunni. Bara það, þú tekur hreyfingunni í burtu, bara að vera út í náttúrunni. Það er ákveðið sem hún fara út í því. Algjörlega. Algjörlega. Hvernig verður þetta á morgun? Það er náttúrulega ekki ræst allar vegalengdirnar á sama tíma eða hvað það er? Nei, við þurftum að gjörbreyta allri áætlunum okkar og hólarskipta þannig að það væri færri en 100 í hverjum hóp. Já. Þannig að það dreifist miklu meira úr fólki en við plönuðum. Já. Og við líka þurfum að hvetja því miður aðstandendur til að hópast ekki saman að horfa eins og við vorum að vona til fyrst, er það stemming í bænum. Já, já. En við erum núna bara hvetjuð fólk til að koma í mark og fara svo bara beint heim eða á einhvern nauðtökustað í bænum. Já, akkurat. Þannig að þetta verður náttúrulega alls ekki eins og við vorum alveg að vonast til en samt bara að fólk geti mætt að hlaupið, okkur finnst það bara... Það er náttúrulega aðalatriði að það sé hægt að hlaupa. Já. Akkurat og engin tímamörk á 18 kilometrum, en hvað hefur fólk langan tíma í hinar 2? Það er engin tímamörk heldur á 28. Nei. En það eru tímamörk eftir svona 35 kilometra, 8 tímar. Já. Þá það komið, þú að fara upp á Súlur og inn í Glerárdal og tilbaka og komið á Súlubílastæði og þá þarf að vera komið þá klukkan 3. Já. Það eru 8 tímar. Þess fyrir 55 kilometra vegalengd. Já, bara fyrir 55 kilometra hlauparana. Og vera komin í mark fyrir 13 tíma. Já. Sem er mjög... Rúmur tími. Rúmur tími, þannig. Já. Ættu allir að ná því sem að geta eitthvað hlaupið á leiðinni. Já, bara þú heldur áfram og þannig ertu ekki bara að stoppa á leiðinni. Já, akkurat. Hún því ekki að þú lappar alla leiðina. Nei. En ef þú hlaupir eitthvað. Ef þú skokkar eitthvað svona inn á milli. Já, niður. Já. Fólk áttir að rúlla því þeir sem á annað borð mæta Já, ekki spurning. Við vonum að mæta allir bara vel æfðir í þá vegalengd. Það er ekki, við ráðleggjum engum að mæta óundirbúin. Nei, það er svolítið mikið stökk að fara úr því að æfa ekkert yfir í að gera það. Já, þú voru vita svolítið hvað átt að fara út í. Við erum náttúrulega með íslenskt veðurfari líka og þetta er hátt upp á fjöllum. Þetta er mikið í 1000 og upp í 1350 metra hæð. Já, akkurat. Þannig að ef það kemur einhver vindur og veður og það er kaldar uppi. Já. Vel útbúin Það skiptir náttúrulega öllu. Já. Þetta er ótrúlega spennandi og við hvetjum þetta bara alla til þess að fylgjast með á YouTube-rásinni og á morgun og sjá þegar fólk kemur í mark og allan tilfinningaskalan sem fylgir þessu. Þetta er bara ótrúlega spennandi, bara gangi þér vel að hlaupa á morgun. Takk fyrir. Og gangi ykkur vel með hlaupið í heild. Þetta er ótrúlega spennandi. Takk fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Takk.